Sportátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Mikið rétt, sportátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Þá erum við konir yfir í sundið og línuna komin hún afrekskonan Eygló Ósk Gústafsdóttir. Kontu sæl og marg blessuð. Já, hvernig hefur það? Bara mjög fínt, sko. Herðu, það nú smá munur eða ekki á veðri á Íslandi og í Brasilíu? Jú, svolítið mikil. Ég var ekkert að koma heim frá Grikklandi í gær. Já. Þannig að ég búin að vera úti bara í 25 stegi hita og sól alltaf senstu viku, þannig að svolítið mikil breytingar komast hingað heim. Já, þú sem alltaf komin til landsins í góða veðrið? Já, góða rigninguna og hitan. Já, en aðeins að Ólympíuleikunum, frábæri árangur hjá þér og kom þér þetta óvart? Sko, bæði já og nei, sko, þetta var alltaf markmiðið mitt og þetta var svona, eins og ég segi, draumamarkmiðið. En þú veist, ég ætlaði mér alltaf að komast í úrslit, en þú veist, það er náttúrulega, kemur mann alltaf óvart þegar mann næri og, þú veist, þegar mann næri sínu markmið sem er búin að vinna endalast lengi, þá fær mann alltaf svona vist sjokk. En þetta var bara, þú veist, það var bara nákvæmlega sem ég ætlaði mér að gera og ég er bara ánægð að ná mínu markmiðum. Nákvæmlega. Og það má segja, þetta hafi verið svolítið, sund ár hjá þér heldur betur eða sund veisla yfir okkur Íslendingar sem að þið eru búin að bjóða okkur upp á í sumar afreksfólki okkar í sundi. Já, klárlega. Þú veist, það er bara, ég er svo ánægð, ég er svo stolt bara að vera partur af þessu sundlegu og á þessum tíma og það sem að við erum öll að standa ykkur svona fárulega vel og þetta er bara, það er bara forréttindi að fá að vera partur af þessu byggði, sko. Og það er bara, maður er svo stoltur að vera Íslendingar þegar það gengur svona vel. Já, nákvæmlega. Og ekki skemmi fyrir að vera með íþróttamann ársins og fleira? Nei, klárlega ekki. Það er bara, þetta senstu 2 ári er búin að vera rosalega hjá mér. Það er bara að hvetja mig áfram til að hefa eins og brjálæðingu bara áfram og bæta menn það meira og gera enda betur, sko. Nákvæmlega. En svona, núna ertu orðin ansi reyndi í þessu, hvernig er svona, þegar þú breytist eitthvað tilfinningin þegar þú ert að fara í laugina að keppa, er þetta alltaf sama tilfinningin eða er minna stress í manni núna? Sko, ég held að sé alveg, það er náttúrulega rosalega, bara allt eru þess að keppa, en það er, þú veist, ég var að vera stressið, en núna get ég bara, þú veist, ég er bara búin að læra það og hvernig maður að höndla sig þegar maður er stressaður og allt svona, þannig að það er búin að vera að vinna svona andlega hlutinni líka, þannig að það er mjög mikilvæg partur. Nákvæmlega. En hvenær byrjað þú sjálf að synda? Aftur? Já, hvenær byrjaði þú að æfa sund? Já, hvenær byrjaði? Ég byrjaði þegar ég var 5 ára. Já. Það var mér hendi í laugina. Þannig að þú ert ekki búin að losna á lauginni síðan? Nei, ég get ekki sagt það. Nei, nákvæmlega. En hvernig er svona, kannski almenn hlustandinn áttar sig á, þegar, bara æfa sund, þetta er nú ekkert lítil dagskrá hjá ykkur? Nei, þetta er ekkert fyrir alla, sko, en maður þarf að vera smá svona klikkaður til að nenni þessu. Já. Ég segi svona. En, þú veist, þetta er bara, ég held að sé bara með allt sem maður gerir, þá verður bara að leggja vinnu með þetta til að fá, þú veist, árangur og bara ég held að skipta ekki máli hvað gerir í lífinu og það er alltaf að vinna fyrir því og því betur sem að vinna fyrir því, þá verður alltaf ánægður með útkomuna. Og nú ert þú frekar unga aldri og þú ert það ekki bara ennþá bara etnilegi sundi, er það ekki talið ennþá etnilegt? Já, ég vona það að ég get ekki að ennþá betur, sko, þannig að ég er núna komið með smá smakka við hvernig. Þú ert væntanlega það ekki fylgst svona með öðru augunum með Íslendingunum okkar sem eru núna út í Ríó og Paralympics? Jú, klálega, ég er alveg að fylgjast með því. Já, og hvernig hefur fundist að fylgjast með? Það er bara standa sér svona vel á svona stóru vettfangi, það er eins og ég segi alveg á hann í botn.
Já, nákvæmlega. Og Jón Margeir, hann, ég lendi í fjórði gær og þetta var nú hörku keppni sem hann endaði í. Þú þekkir þetta kannski svona mismunandi, já, hvernig maður syndi kannski vel en svo eru bara óvart ykkurir sem að syndi óvart hraðar. Já, eins og ég segi, hann Jón Margeir, hann syndi fálega vel í kemni. Það þú veist, eins og maður bara ber þetta saman við söm stólpil, það er mikið betri tími en það er náttúrulega bara að þú ræður ekki hvað aðrir gera við hliðina þér. Það er eina sem maður getur gert er að synda þetta í sund og svo kemur maður bara í ljósækum minn. En þá aftur að, já, Ríó, það sem að þú varst, hvernig var svona stemningin að vera þarna úti? Var þetta öðruvísi heldur en síðast? Klárlega, sko. Þetta var, þú veist, seinast var þetta svolítið mikið svona stresskast og ég var svona, þú veist, ég var náttúrulega aldrei ung og óreind og þetta var svo rosalega stórt fyrir mig og svona, en maður svona fann að koma aðeins meiri reynslu og þú veist, maður veit svona meira hvernig maður ég svona, ég fannst að hafa þetta meira skemmtilegt og svona, þú veist bara eins og ég segi, njóta ég bara. Já, nákvæmlega. Já, frá þú byrjar í sundi, þá er væntanlega ekki mikið búið að breytast í aðstæðum fyrir sundfólki okkar á Íslandi? Nei, það er náttúrulega bara alls ekki hægt að kvarta yfir því. Fullt af sundlaugum út allt land og alls það hægt að stinga sig um í. En já, hvað gerir þú annað heldur en já, þegar þú varst að keppa? Þú væntanlega ekki farið okkur að viðburði eða fylgst með öðrum keppendum keppa á Ólympíuleikunum? Jú, klárlega. Ég reyndi að fara að horfa. Ég misti reyndar að en svo fór ég á nokkra handboltaleiki og ég fór að horfa waterpolo eitthvað svona. En hvað er framundan hjá þig núna, sem þetta í haust og vetur? Ég fór að fyrir mína fyrsta æfingu í dag sumarfríinu mínu. Það var akkurat mánuður henni í dag sem hann keppi í úrslitunum í tveidaginu. Já. Þannig að það er mjög erfitt að byrja aftur. Það er svona, þegar maður ekki var að segja sig í mánuð þá er maður eiginlega bara drukknað á leiðinni. Já. En svo er það bara æfingu og í Kanada. Já, þannig að það er svona aðal móti núna næstu mánuðina. Nákvæmlega. Og þannig að þú heldur áfram að keppa en það er, já, svona í lokinu að sleppi, hvenær byrjað þú svona, já, velja þér svona þínar uppáhalds sundgreinar? Ég var svolítið í öllu, en ég var alltaf með landast í baklindinu, þannig að það var eiginlega ekki spurning hvað ég ætti að velja þegar að koma því, sko. Nei, nákvæmlega einmitt. Eygló Gústafsdóttir, þakkaði kærlega fyrir að gefa okkur tíma og bara enn og aftur til hamingju með frábæran árangur og þakkaði fyrir að veita okkur Íslendingum svona fullt af stolti. Já, ekkert með, það er bara mjög ánægða. Er ekki gaman að vera svona, já, að margir Íslendingar svona fylgjast með þér að þú ert að fylla þá stolti? Jú, það er ekkert smá skemmtilegt og ég bara, þú veist, ég bara vona að Bestu þakkir og gangið sem allra best. Já, takk fyrir þess. Bless. Já, frábær árangur hjá henni Eygló Gústafsdóttur og já, Andrés Sveinn Mackey og Hrafnhildur Lúðursdóttur en við sáum heldur betur fyrir þessa á þessum Ólympíuleikum samheldni, gleði, ákefð og skuldbinding og hófærð bara ótrúleg hjá þessu frábæra sundfólki okkar. Eygló Gústafsdóttir, íþróttamaður ársins 2015. Þetta er stór glæsilegt afreksfólk sem við eigum nú framundan náttúrulega
í sundinu þá hægt að sjá svona mótadaskránin, hún svona nokkuð komin inn á sundsamband.is og það næst sprengimót Óðins sem fer fram núna, ég með þetta alveg kolvillust innan fyrir fram á mig. Þið getið séð inn á sundsamband.is hvað framöndan En nóg það í bili, við ætlum að fara núna í næstu íþrótt hér innan skamms og það náttúrulega framöndan körfubolta landsleikur á miðvikudaginn og svo líka knattspyrnu landsleikur framöndan einnig það sem kvennalandsliðið okkar að fara að mæta Slóvenum og Skotum í undankeppni EM og svo einnig hjá karlalandsliðinu okkar í körfuknattleik það leikur hjá þeim á miðvikudaginn og á laugardaginn Fylgstu með á Facebook Sportdoktorinn mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli